Við höldum áfram með föstudagsþáttinn. Inni í Eyjafjarðarsveit má finna matarstíg Helga magra og hingað til mín komin María Hólmgrímsdóttir sem nýtekin við sem verkefnastjóri þessa matarstígs. Vertu velkomin, María. Takk kærlega fyrir. Sko, ef við byrjum bara á byrjunni, svona fyrir þá sem ekki vita hvað matarstígur Helga magra hvernig myndirðu útskýra það fyrir ykkur sem hefur ekki heyrt um þetta fyrirbæri? Já, það mjög góð spurning, en það sem sagt smáframleiðendur og frumkvöðlar sem eru komnir saman í Eyjafjarðarsveit og eru svolítið að koma sinni vöru á framfæri og það eru í rauninni ýmsar pælingar og ýmsar hugmyndir sem kannski ekki svo auðvelt að framkvæma akkurat í ástandinu eins og ástandið núna, en það sem við erum svolítið að fókusera núna á að þessir aðilar, þessi frumkvöðlar og smáframleiðendur í sveitinni, að við erum nýbúin að stofna vefverslun, matarstígur.is og þar getur fólk farið inn á og verslað vörur bara beint frá þessum framleiðendum. Þar eru alls konar kjötvörur, egg, ís, brauð, sultur, kartöflur og þannig að þú getur í rauninni verslað bara allt úr sveitinni, haldið risa matarboð, kjöt, kartöflur, ís, allir pakkinn og við erum að senda allt land. Já. Og svo á Akureyri og Eyjafjarðarsveitinni, þar keyrum við út vörurnar, þannig að við erum að bjóða upp á fría heimsendingu og keyrum út í vistvænni dreifileið, sem á rafbíl, þannig að þá koma vörurnar bara beint heim upp að dyrum. Einmitt. Það eru gríðarlega miklu möguleikar í þessu. Já. Og þetta nú svo fjölbreytt vöruúrval. Já, virkilega, og það sem kom mér svona mest á óvart að ég bý nú sjálf á Akureyri og nýbyrjuð í þessu verkefni, að ég bara vissi ekki alveg að þetta væri allt saman í boði og mér finnst það bara svona magnað að sjá þetta allt saman og þetta eiginlega bara matur sem bara í bakarðinum hjá manni og maður bara áttar sig hreinlega ekki á því og eins líka hugsa ég eins og með börnin mín og já, 7 ára strákurinn minn, hann þú veist, núna hef ég verið að versla eins og til dæmis bara kartöflunar. Já. Bara, eru þetta kartöflur úr sveitinni eða? Já, þetta eru þær. Þannig að það svona gaman að leyfa líka börnunum að taka þátt í því og bera virðingu fyrir matnum og hvaðan hann kemur og þú veist nákvæmlega hvaðan maturinn að koma. Þannig að þetta er mjög falleg hugmynd. Já, svo dýrmæt tenging við nærumhverfið. Já, algjörlega. Mér finnst það svona. Og núna náttúrulega eins og í ástandinu núna, þannig að maður verður svona að passa þetta og einmitt bara bera virðingu fyrir hlutunum sem við höfum á landinu okkar. Þannig að mér finnst þetta svona mjög góður punktur akkurat núna. Já. Og ég meina, og svona út frá umhverfissjónarmiði, öll svona sjálfbærni og að styðja við framleiðslu á svæðinu, hlýtur að vera mjög góða. Algjörlega. Og þetta er það nýjasta viðbótin þá að bjóða upp á þetta Já, við erum svolítið núna og ég kom inn í þetta daginn, þannig að við erum svolítið að keyra á þessu núna og svo líka eins og með bændamarkaðina sem við erum mjög spennt fyrir og þau hafa haldið nokkra markaði á síðasta ári en það tekst ekki alveg svona akkurat núna en við ætlum svolítið að fókusera núna á vefverslunina en núna í sumar vonandi þá náum við að halda einhverja bændamarkaði þannig að þar hægt að koma og sjá vörurnar og kaupa þær bara beint af framleiðendunum. Já. Og svo líka spennandi að það deili eldhús að fara að opna í sveitinni og þar eru fullt af flottum hugmyndum og fullt, bara allavegana í gangi þar sem ég mjög spennt að fylgjast með og vonandi koma einhverja vöru þar inn í matastíginn. Þannig að það rosa gaman að fylgjast með þeirri þróun. Já, það alveg greinilega sprúðlandi hugmyndaauki í sveitinni. Já, það vantar ekki. Nei. Virkilega gaman að sjá þetta. Já, þetta einstaklega spennandi og svo náttúrulega eins og fyrir fólk sem að ferðast sveitin í sumar, þetta heimsækja staðina hvert fyrir sig. Einmitt, algjörlega. Þannig að við hugsum þetta sem svolítið að taka hringinn. Þetta matastígur, þannig að þú getur stoppað svolítið á stöðunum og bara ýmis þjónusta og kaffihús og veitingar sem hægt að heimsækja. Já, einmitt, og nýta sér. Algjörlega. Þetta ótrúlega spennandi og hvernig sjáið þið svo fyrir ykkur að vefverslunin, hún væntanlega bara komin til að vera þó að þetta sé svona viðbragði ástandinu líka. Já, ég held að það sé akkurat það var í framtíðarplaninu í matarstígnum að gera það en það kannski svona að setja þá svolítið svona fullan kraft í það núna og það eitthvað sem bara hentar einmitt akkurat bara og það náttúrulega líka bara
nútíminn og framtíðin vefverslunin. Þannig að það já, mér finnst mjög heillandi við það að geta bara boðið í matarboð og þú getur pantað þetta allt á einni síðu og fengið lambalæri og krydda með steinselju og fengið í sig eftirmat og þetta já, þú getur í rauninni töfrað fram allt saman og bara úr Eyjafjarðarsveitinni. Þannig að þetta klárlega bara framtíðin, þannig að við erum ekkert að fara að hætta með hana eitthvað eftir ástandið. Nei, og örgulega ómótstæðilegt fyrir sko svo brottflutta Eyfirðinga sem búa annars staðar á landinu að geta allt í einu boðið í svona Eyjafjarðar þema matarboð. Já, það get ég ekki ímyndað mér annað að sé mjög heillandi að gera það. Akkúrat. Og þú náttúrulega bara nýtekin við þessari verkefnastjórastöðu og það segir manni kannski sko einmitt mest að við sem búum á Akureyri gerum okkur ekkert endilega grein fyrir því hvað það mikið í boði. Nei, einmitt, eins og ég sagði áðan að þá ég einmitt hérna frá Akureyri og búin að búa hérna og hef verið að vinna einmitt svona í ýmis markaðsmálum og ég bara vil sjá meira af þessu og mér finnst þetta á helling inni, ég alveg viss um það. Þannig að ég þekki svona fólki í kringum mig, það veit af þessu og þetta kannski of nálægt manni, ég veit það ekki. Þannig að stundum eitthvað of nálægt manni og maður sér það ekki. Nei. En þannig að ég myndi vilja koma þessu meira til skila og sýna fólki hvað þarna í boði. Einmitt og það væntanlega, það hægt að fylgjast með það ekki á samfélagsmiðlum matarstígnum. Leitar maður bara að matarstígur Helga Magra? Já, það bara, við erum núna á Facebook matarstígur og Instagram líka matarstígur og svo náttúrulega vefverslunin okkar bara matarstígur.is og þar hérna hægt að sjá allt vöruúrvalið og bara panta þar og einmitt eins og ég sagði áðan líka, við sendum bara allt land. Já, einmitt. Og einmitt að gera fylgjast með líka á samfélagsmiðlum þar sem við erum svolítið dugleg þar núna. Já, hvernig, mér finnst þetta svo áhugavert þetta deili eldhús, hvernig virkar það? Það er eldhús sem fólk deilir en ekki fólk. Ég ekki alveg á bakvið þetta en þetta semst í framkvæmd núna þarna og það í rauninni bara eins og fullt af fólki í sveitinni sem með einhver ákveðna vörur en ekki með votta eldhús og það getur farið þarna og í rauninni mallað einhverja uppskriftir og kannski með einhverja hugmynd en vantar bara vottunina. Þannig að ég búin að heyra og sjá fullt af flottum hugmyndum sem vantar kannski bara einmitt votta eldhús og búin að þróa hugmyndunar alveg í botn. Þannig að sem getur svo komið inn í matarstíginn mögulega í framhaldinu. Þannig að ég vona að við sjáum einhvern þarna sem að kemur með einhverja flottar vörur hérna í eldhúsinu beint inn í matastíðin. Já, einmitt, því að hann í stöðugri þróun. Já, algjörlega. Alltaf pláss fyrir góðar hugmyndir. Alltaf getur bætt einhverju við það, það ekki spurning. Það bara gaman að sjá fjölbreytileikann í þessu. Já, einmitt. Þannig að við hvetjum fólk eindregið til þess að fylgjast með á samfélagsmiðlum. Já. Og því þegar það náttúrulega koma væntanlega tilkynningar þegar verður hægt að halda bændamarkaði. Já, við munum auglýsa það þá eins og á samfélagsmiðlum og fleira. Já. Það verður vonandi einhvern tímann í sumar. Já, ég er full að trúa því að það fari nú að létta aðeins til hjá okkur. Og svo þetta bara matarstígur.is fyrir þá sem hafa áhuga á því að panta vörurnar beint heim að dyrum. Endilega. Þannig að það bara að gera. Maður fær eiginlega bara vatn í munnin við að hugsa þetta allt saman. Já, þú voru að fara að elda í kvöld. Ég held að það bara borðleggjandi. Bara kæra þakki fyrir að koma, María, og segja okkur frá þessu öllu og bara gangi þér vel í þessu nýja starfi. Takk fyrir.